Ég er með verkefni í dag, mandarinnaverkefni. Ég heiti Ragnheiður og ég er með sína Næring og núvitund og erguðans.com og ég sérhæfi mig í næring og núvitund og nú eru mandarinnar út allt, þannig ég er með props í dag og við erum alltaf með mandarínur á þessum tíma. Það er auðvelt að ná í þær. Þannig að mér datt í hug að gera svona mandarínu hugleiðslu. Það sem er mjög gott vegna þess að hún svoleiðis hugleiðsla nýtir svo marga þætti í næring og núvitund. Við erum að skoða hana að utan, finna lyktina, nota fleiri skilningavit. Og það getur verið svo skemmtilegt að prófa sig áfram svoleiðis. Það veit að margir hafa gert svona rúsínuhugleiðslu sem er svolítið algeng í næring og núvitund eða bara í mindfulness líka, í núvitund. Og þannig ég ætla bara að leyfa ykkur að prófa. Þannig að þú ert að náður í mandarínu eða íta pásu þá er þetta seinna og sækja mandarínu. Ég hef með 3, það er allar mismunandi, mismunandi stærðir og gerðir. En ég ætla að leggja þér til hliðar af því ég ætla að leiða þig í gegnum mandarínu hugleiðsluna. Þannig að þú getur fengið að prófa hjá þér hvað það er sem þú tekur mest eftir. Og þegar maður fyrir gegnum svona hugleiðslu, svona núvitundar hugleiðslu með mat, að þá er mikilvægt að maður andi rólega, taki eftir hugsununum í staðinn fyrir að elta þær uppi, bara leyfa þeim að koma, taka eftir þeim og leyfa þeim að fara og þess að búa til ykkur að sögu í kringum hana. Okkur þurfa ekki að finnast mandarínu góðar til að gera þessa. En ég er ekki að mæla með því að ofna með eitthvað svoleiðis að alls ekki þá fá þér. En þetta er líka æfing bara í það hvernig við bregðumst við hinn og þessu áreiti og hvað við gerum fyrir hugan á meðan. Þannig að prófum þetta. Byrjað á að taka 2-3 djúpa andardrætti. Andaðu að þér slökun og andaðu frá þér spennu. Slakaðu á. Taktu nú mandarínan upp og láta hana hvíla í báðum höndum. Virt hana fyrir þér. Skoðaðu hana og rannsakaðu með augunum og fingrunum. Taktu eftir litnum, mismunandi lit, áferðinni á hýðinu, berginu. Berð hana nú upp að vitum þér og lyktaðu að henni. Byrjaðu nú að taka utan af henni. Engan asa. Andaðu djúpt.
Taktu nú mandaríninn í tvennt og taktu síðan eitt lauf af henni. Skoðaðu það. Taktu eftir því hvernig það er. Lyktaðu af því. Settu nú laufið upp í þig og finndu fyrir því í munninum. Byrjaðu svo að tyggja. Taktu eftir hugsununum og upplifunum. Þegar þú ert búin að tyggja þetta lauf, kyngdu þá og finndu hvernig laufið færist niður hálsinn og ofan í maga. Þá getur þú tekið upp næsta lauf. Skoðaðu það og lyktaðu af því. Settu síðan laufið upp í þig og byrjaðu að tyggja. Finndu fyrir því í munninum. Taktu eftir hugsunum, tilfinningum og upplifunum. Þú þarft ekkert að fylgja þeim eftir. Bara taka eftir þeim. Kyngdu þegar þú ert búin að tyggja vel. Þegar laufið er komið ofan í maga, tekur upp þriðja laufið. Endurtaktu og letu sjálfa þig í gegnum sama ferli með þetta lauf. Hlustaðu eftir merkjum líkamans. Þegar þú ert tilbúin, geturðu kyngt. Og ef þú vilt halda áfram, þá tekur upp næsta lauf og leiðir sjálfa þig í gegnum sama ferli með hvert lauf. Taktu eftir hugsunum þínum án þess að dæma þær. Þú þarft bara að taka eftir þeim. Ekkert annað.
Hvort sem þú ert búinn að borða mandarínuna eða ekki, taktu þá djúpan andardrátt og athugaðu hvort þú getur fundið fyrir þakklæti fyrir þessa ákveðnu mandarínu eða jafnvel hvert einstakt lauf. Athugaðu hvort þú getur fundið fyrir þakklæti fyrir allt það og alla þá sem komu að því að koma mandarínunni í þínar hendur. Taktu annan djúpan andardrátt og þakkaðu þér. Og þegar þú ert tilbúin, þá opnar upp blíðlega augun ef þau eru lokuð. Jæja, hvernig haldið þið eða hvernig gekk? Hvernig heldur að gangi að borða mandarínur á þennan hátt? Eitt lauf í einu. Það er rosalega skemmtilegt að prófa. Það er mjög misjafnt eftir mandarínum hvort það er mikil lykt eða lítil lykt og þær eru mismunandi hvað með mikið af grænu, hvort það eru alveg appelsínugular eða hvernig þær eru. Og það er mikilvægt að taka eftir þessum hlutum aðeins að hægja á sér og prófa sig áfram. Og eitt af því sem maður tekur kannski eftir þegar maður er búinn að prófa að borða mandarínu á þennan hátt er að utan laufið er þessi himna sem er ekkert sérstaklega góð þegar maður er búinn að finna fyrir henni í munninum og þá er maður þetta er kannski ekki það sem maður sækist eftir en bragðið kemur þegar maður bítur í laufið þegar þannig að það er svolítið skemmtilegt að prófa það, maður kannski tekur ekkert eftir því venjulega. Þannig að ég vona að það hafi þá allavega verið nýtt fyrir þér. Og leyfa sér líka að hafa fókusinn inn á við. Það getur verið gaman. Og síðan, þannig að bara prófa sér áfram. Sjáumst næst.